Etur. Já, vinir, við erum mætt í einhverjum þætti sem að við viljum búa til og teljum okkur hafa burði til að búa til. Það sem við ætlum ekkert að lesa held í neitt núna, þá þurfum við ekki gleraugun. En þau eru ágætt svona til síns brúks þegar að aldurinn er kominn og við loksins hættum að ströggla við að fá okkur þau. Vorum að pína okkur að rýna í tölurnar og vorum í vandræðum með það. Neituðum að viðurkenna aldur okkar og bara taka á því. Og við tókum á því, þangað til við gáfumst upp að taka á því. Og hvað var þá næst? Og gleraugu. Og við segjum í dag, það voru bara ágætt spýti. Þetta er bara viðurkenning á því að við erum bara fólk sem erum að eldast og verða þetta miklu betra fólk því að aldurinn gefur okkur ýmislegt til að mynda reynslu sem að barnið okkar átti ekki. Og ýmislegt var það nú sem að maður flaksaði á sem unglingur en kannski sá fljótt að var nú ekki alveg eins einfalt eins og maður hélt og læriði leksíuna sína og má nú alveg þakka fyrir það að maður læriði nú margar leksíuna mjög fljótt. Þannig að reynslan hefur fyllt árunum og svo kom líka sem er gott fyrir okkur og að það er viskan hún vex með árunum þannig að það er ekkert mál að eldast. Það er bara gaman. Svo fyrir utan það að hvernig ætlum við að ráða því að eldast eða eldast ekki, við erum bara í deginum og árin líða og svo allt í einu bara er komin þessi tími upp sem að við getum sagt ef að menn nenna því að við erum orðið gamalt fólk og hvað með það? Ertu ekki bara manneskjan sem þú hefur alltaf verið? Skemmtileg eða leiðileg manneskja? Og við erum þetta beggja í svona til skiptis. Það er ekki bara ágætt sniðustað. Við erum bara svo allir hinir. Þessi æsku ímynd, þessi æsku mynd sem við erum alltaf að gefa upp, fyrir hvernig er hún? Menn sem er að draga upp þessa æsku mynd og nota sem í auglýsingarnar eins og er í dag. Maður spyr bara fyrir hvernig er hún? Þetta fallega unga, æðislega flotta fólk. Eftir 50 ár þá ertu nú að horfa á einhverja aðeins öðruvísi mynd af þessu ágæta fólki. En inn í þessari skél er nú bara sama manneskjan og var sem við vildum draga upp æsku myndina af. Þannig við sjáum að þetta er bara svona tísku bóla sem við erum að ná upp og svolítið mikið að miða við en er ekki raunverulega það sem er. Við þurfum alltaf að manni finnst stundum eins og þurfa að vera að minna á þessa hluti en ættu þetta ekkert að þurfa því að þetta er bara eðlilegasti gangur í heimi að vera með þetta undir. En svona er nú tíðarandinn í dag og þessi tíska sem er að reyna að blása okkur upp alveg upp úr öllu valdi og jafnvel að sumt fólk er að draga sig niður vegna þess að það er ekki með þetta útlit og hvaða útlit hefur það í dag? Já, það bara fer eftir á hvaða aldrei þú ert. Ertu ekki bara ágætlega útlítandi manneskja eins og þú ert í dag? Hefur einhver kvartað við þig yfir því? Ef einhver hefur kvartað yfir því þá skaltu bara snúa að þinn og segja, heyrðu, gættu að því hvað þú ert að segja. Þannig er það nú líka, við munum komast, ef Guð vill, komast á þennan stað að aldurinn færist yfir. Við vitum alveg að aldurinn hefur alltaf verið svona okkar svolítið kepli þegar við vorum krakkar. Við gátum ekki gert þetta
við gátum ekki gert hitt fyrir en ákveðnum aldri var náð. Þá kepptumst við eftir að verða aðeins eldri. Svo urðum við aðeins eldri, vegna þess að bara tíminn líður. Og við fórum að geta gert það sem við vildum sjálf á þess að leggja allt undir foreldra okkar. Við vorum orðin sjálfráða. Svo urðum við aðeins eldri, já, aðeins eldri segja það. Og hvenær var maður sjálfráða hérna þegar ég var ungur og sætur? Var ekki 20 eða 21. Allavega ég held að það sé komið eitthvað niður. En ég var 21 sjálfráða fyrir eitthvað hálfri öld, það ekki? Getur trúað því. Í dag segir mannum að þetta nú ekki að bíða lengi. En manni fannst á þessum árum þessi aldur bara alltaf aldrei að koma. Svona nú afstaðan á hverjum tíma. En hverju ræður hún? Hún í sjálfu sér ræður engu því að við erum bara inn í þessu lífi eins og það er. Og bara getum þakka Guði fyrir það að við erum þá tiltölulega hraust, eigum til nóg að bíta og brenna og getum gert það sem við viljum gera þannig séð. Og líka í uppundir það þegar við vorum á valdi foreldra okkar, löglegum valdi foreldra okkar og þurftum kannski að bera ýmislegt undir þá, svo leið sá tími. Og við bara slepptum öllum tökum og fórum þá leið sem við vildum, kannski gerðum við það alltaf. En við fórum svo þá leið sem við vildum á þess að spyrja konga eða prest og svo bara erum við núna komin inn í þann ferill sem heitir, já svona löglega heitir aldraður. Og ég spyr bara hvað með það? Eins og ég var að segja á þann, er það ekki bara ágætt spýti? Og svo fyrir utan það, þá bara ráðum við engu það, þetta er bara það sem gerist. Við erum bara að vera þakklátt fyrir það sem hvað vel er gert. Við getum reyndar farið yfir æviskeiðið okkar og ég veit það ekki, kannski eru menn alveg svoleiðis bara beyglaður og bara þeirra því. Það mistökin að vera svo mörg. En ef ég horfi við mitt æviskeið, þá stend ég bara keikur í dag og með ekki neina slóð og eftir mér sem að ég get ekki staðið við eða þarf eitthvað að afsaka. Nei, ég þarf ekki að afsaka neitt. Og svona ykkur að segja, strangt til tekið, þá sé ég ekki eftir neinu. Ég var einn af þeim sem að keypti íbúð og gerði það vitlausasta í þínum augum sem hægt er að gera vitlaust. Ég seldi hann aftur. Og síðan hef ég bara leigt herbergi og íbúðir og hús og í dag bý ég svona þokkalegu herbergi og með aðstöðu með öðrum eldhús og klósett og allt það og ég kvart ekki. Ég er heilsuhraustur maður og ég get þakka fyrir það. Búinn að súpa mína fjöru eins og þú og unnið við alls konar verk. Verkamannaverk, sveitastörf, sjómennsku og núna er ég inn í kirkjunni og að sýsla þar sem þarf og það ykkur að segja, það finnst mér nú vera skemmtilegasta vinnan sem ég er í akkurat núna. Það er að fá leyfi og hafa heimild sjálfs lifandi Guðs að starfa undir hans afli. Ég spyr þig, er til eitthvað annað betra? Þú kannski spyrðu mig á móti, er til eitthvað annað verra en það? Það fer bara eftir því hvar þú ert í trúnni, því ekki er trúin allra og þar er eins og alltaf áður svona svarthvít mynd dregin upp. Við í dag viljum að þeir sem trúa ekki trúi, þeir sem trúa ekki, horfa okkur, margir ekki allir, svona sem hálfgerðaði furðufugla. Einhver fólk sem hefur bara tapað áttum og þú svona svakalega neðarlega komin að þú orðin trúar í dag, segja menn. Eins og þú þurfur að vera eitthvað svakalega neðarlega til þess að vilja lofa Guð. Það bara kemur því máli ekkert við, eins og er það margir, einhverjir, ég veit ekki hvort þeir eru eitthvað margir. Einhverjir hafa lent illa í lífinu og lent í drykkjuskap og alls konar svoleiðis þvælu
og komist til edrúmennsku í gegnum sína trú. En það fullt af fólki sem að hefur orðið edrú en ekki trúað í dag, og ég segi því miður, þá það nú þannig, því að ég veit alveg hvað trúin er. Hún svo mikið afl í okkar lífi sem gerir okkur svo margt gott. En ég ekki allir hinir. Ég bara að tala fyrir mig, en við erum að sjá svona svarthvíta mynd af trú og vantrú. Vantrúin sér kannski ykkur að klikkausa í kirkjunni, ykkur halleluja kalla og kellingar sem eru lyftandi höndum, leifa sig það nú með þess að það er svo skrítið. En farðu á fótbolta á öll minn geri og sérðu nú aldrei fullt af skrítnum svipum og öskurum og ópum, og þú ert bara einn í hópnum, tekur þátt í þessu öllu og finnst ekkert að því. Svo ef einhver lyftir höndum og segir halleluja, þá ertu bara komin með hneykslið upp úr öllu valdi og talar skrítið fólk og klikkausa, ég veit ekki hvað og hvað. Þetta er afstafa. Þetta er bara afstafa vegna þess að við erum að dæma eitthvað sem við vitum ekkert um. Drottinn segir hins vegar dæmið engan. Hann nú aldrei sem í fína reglu þar, og það nú sumir sem að gera það heldur ekki. Það ekki allir að dæma alla. En sumir dæma alla, og að þeir eru kannski að dæma sjálfa sig fram og tilbaka, og kannski mennirnir sem horfa öxl og sjá ekkert nema brotnar brýr og brotin hús og ég veit ekki hvað og hvað í sinni slóð, í sínu lífi. En allir það sé nú þannig. Allir þetta sé nú ekki frekar bara afstafa mín, ef hún er þessi, að mér hafa allt mistekist. Svo aðrir sem eru ekkert með þessar hugsanir uppi, og ég tel það miklu heppilegri og betri hugsanir heldur en að vera með hinar þar sem að brothljóðin eru enn í hausnum á okkur. Það held ég sé nú ekki vilji, ég er allavega ekki vilji Guðs, ég get lofað þér því, og ekki heldur vilji einstaklingsins, en kannski er það þarna samt, sem er allt annað mál. Við erum með okkur sjálf á alls konar stöðum og kannski sjaldnast á einhvern sérstaklega góðum stað. Það er ekki svolítið skrítið hvernig þetta líf stundum er og leikur okkur. Það finnst mér nú. Og líklega mitt líf ekkert óskrítnara þínu lífi, en það er örugglega heldur ekkert skrítnara. Það er ég alveg viss um. En einnig það er svona misjátt hvernig við horfum á verkin. En í dag er ástandið gott, það nú reyndar alltaf verið mjög gott hjá mér, ég var nú að viðurkenna það. Ég á enga þannig sé harmsögu til að segja þér, eða þarf ekki öxlis að gráti yfir, vegna þess að maður hefur aldrei lent í neinu þannig sé skakkafullum, að maður hafi ekki getað svona bara lifa það af. Og ég er nú þannig manneskja, ég hef nú alltaf getað skilið þetta eftir fyrir aftan mig svona á einhverjum tímapunkti, og vegna þess að það er svo ríkt í mér bara að ég er að lifandi í dag, ég vil bara njóta dagsins í dag, og hvað þýðir að vera að fárast yfir því sem að gerðist, það hefur svo margt gerst, og af hverju vil ég hanga þar, og ég segi bara við sjálf á mig og konur á minn, þú bara vilt ekki hanga þar, og ég hef nú ráðið þessu hinga til að vera ekkert að hanga þar sem ég vil ekki vera. En það sleppur enginn við áföll. En svo kemur það í ljós hvað menn eru duglegir við að vinna þetta frá sér, og þar hefur þekkingin vaxið alveg svakalega mikið hjá fólki, og það er farið að játa það að það þarf að tala um þetta við ákveðna menn og ákveðið fólk, eða bara við hóp sem er kannski að koma úr svipuðu basli, að byrja þetta ekki í sér. Við höfum tekið eftir því til að mynda þegar að verða mikil áföll í samfélaginu. Við munum eftir að það var snjóflóð á Neskaupstað sem að því miður manneskjur fórust í, og ég man alltaf eftir því þegar þetta snjóflóð gerðist, að þá voru þar menn sem að ég, bara krakkar svona strákar, sem að ég þekkti. Þeir voru tíma í Hafnarfirði, og svo sá ég mynd af þeim og fréttir að þeir hefðu verið, tveir af þeim hefðu farist í þessu flóði, og
Já, ég man mjög vel eftir þessum strákum, þeir eru svona svipuður ekki og ég man ekki gott ef við leikum okkur ekki saman tíma. En þeir fóru þarna austur og lentu svo í þessu flóði og ég svona, já, ég þurfti nú aðeins að glíma við það en svo eins og alltaf áður þá komst það að baki. En maður heyrir sögur af því og það er sjálfsagt til áþekkar sögur þar sem að menn til að mynda þeir bara neituðu að tala þetta. Við erum ekkert með þetta neitt á dagskrá hér og menn voru að byrgja þetta inn í sér að þeir vissi ekkert betur. Þeir fannst það ekki rétt af sér að vera neitt að tala þetta. Þannig út á við var allt í orðin, allt bara í þessu fína lagi en innra bálaðist allt upp. Svo fóru að koma hjálpir eins og aðstæðarna áfalla hjálpin og það var mikið kraftaverk þegar hún fór að láta á sig kræla því að menn fengu svo mikla lausn og menn og konur og fólk sem að hafði lent í þessum áföllum, mist kannski marga ástvini í þessum skelli sem kom, að það var náttúrulega bundið af þessu þó allt út og við lék í lindi og allt í út og við væri í góðum standi. Þá fundu þeir það að þegar að þeir létu sig hafa það að fara í þessar meðferðir, sáu þeir það að þetta var að gera bara heilmikið gott. Þannig að við getum alveg litið á þetta sem mikið kraftaverk að þetta skyldi hafa verið gert. Hver kom með þetta fyrst? Ég bara veit það ekki. Kannski var það trúaður maður, kannski var það ekki, en allavega þetta kom og leysti mann og annan frá viðjum fortíðarinnar og það var léttir fyrir marga. Og ég á auðvitað alveg þessa sögu að segja því að þegar að ég hætti að drekka þá var náttúrulega maður með á sér alveg alls konar myndir og margar og flestar af þeim voru rangar og maður hélt þessu að sér og sumir voru að halda þessu að manni og maður var komin á þann stað að maður bara sá það að það var bara engin verri en ég, það var bara, maður var farin að trúa þessari þvælu og þess að neitt þannig sem ég hefði sagt það en maður fannst maður hafa hegðað sér svo illa á þessum tíma að manni væri bara ekkert bjargandi tilbaka. Og svo var það sama og þar og gerðist með áfalla hjálpina þó að heiti nú öðru nafni að ég lenti með fólki, góðum mönnum, ég veit ekkert hvað þeir eru í dag og þeir voru að tjá sig og ég horfði bara á speilin ef ég hefði haft hann þá ég geta horft í speilin og sagt þeir, konni, þessir menn eru bara að tala að þína sögu og það var til þess að ég fór að opna mig fyrir þessu og maður bara datt inn í hópið því að það skildu allir hvað ég var að fara. Ég var viss það að ég væri bara stakt sker þarna út í Ballarhafi sem engin annar hefði sömu sögu að segja að það kom nú aldeilis annað í ljós og síðan þá hefur maður heyrt marga söguna sem maður segir þetta er bara endurtekning á því sem ég var að upplifa. Þarna er nú hjálpin mig, kæri vinnur. Það er að tjá sig, það er að opna sig og það hefur mikið vatn runnið til sjáa þegar eitthvað svona voveiflegt gerist að menn strax eru konnir með áfalla hjálpina og það er mjög gott verk að vera með þetta uppi vegna þess að þetta er svo mikilvægt að menn tjái sig strax og umfram allt að þeir viti að þetta getur orðið þess að setjist í sálartetilinni og verði að byrði, þú heldur áfram að vera bara út og við, bara ekki neitt að, en það er allt annað að gerast í innvolsinu, þar sem þú í raun og veru sjálfur. Þar er sorgin, þar er söknuðurinn og hann er bara ekkert að fara neitt. En svo sérðu leið og þú fattar að þetta er eitthvað sem þú getur nýtt og þú nýtir og þú ert laus eftir smá stund eða allavega langan að stötnum tíma út allavega komin inn í þetta ferli það tekur kannski tíma og kannski losna menn aldrei alveg en það er allavega að byrja eitthvað ferli sem ætlar að vinna sig til enda. Þetta er vegna þess að þekkingin og svo mörgu hefur vaxið
hún hefur vaxið að svo mörgu leyti. Þannig að það má segja að það er margt gott gerst, en samt eru við uppteknir í dag við að berja hvort og öðru svolítið, ofsækja hvort annað svolítið, vegna þess að inn í okkur eru við bara reiðar, betrar manneskjur. Af hverju? Og menn einhvern tíma spyr sig að því. Allir finnist það ekki að við erum komið illa fram við sig, eða eru beskjur og gramir yfir því að þeir hafi ekki svona uppskorið það sem þeir vildu. Þeir horfa kannski til einhvers félaga síns og honum gengur miklu betur mér þessi og svo framvegis en spyrja sig aldrei spurningarinnar, býtu, akkur það ef að þetta er rétt? Þetta er nú í flestu tilvikum rangt, því að ef þú kemst á eitthvað stað með sjálfaði sem er svona eitthvað normal staður, þá sérðu að þér eins og öllum öðrum hefur bara vegnað ágætlega. Ég horfði við minn farna veg og ég segi bara við sjálfa mig og fullum fettum að mér hefur vegnað ágætlega. Af engin stór áföll hent mig. Bara aldeilis ekki. Jú, ég átti íbúð og ég held ég var að gera svakalega flottan hlut með því og svo sá ég það að mér langaði ekki til að eiga þessa íbúð og spurði sjálf mig hvað er ég að gera við þetta. Og ég seldi hana og fekk eitthvað að gómsa peningum, ekki góms, það var nú eitthvað sem að ég fekk og þetta var búið eftir árið, þá var það allt saman horfið. Og ég keypti íbúð, við munum eftir sparimerkjunum og ég átti 2 milljónir í sparimerkjum eða 800.000 minnum. Búin að vera að safna sparimerkjum síðan maður byrjaði að vinna 16 ára gamall og fóru þá að safna sparimerkjum og sparimerki reyndar voru ekki, ég held minni að það hefur nú verið þannig að sparimerkin voru greitin á bók sem að var bara merkt hér. Þannig að þú gast ekkert gert neitt við þessi sparimerki fyrir en þú varst sjálfráða 21 árs, held ég, minni það. En ef þú keyptir þér íbúð, þá gastu farið og leyst út sparimerkin og ég gerði það, ekki til þess að leysa út sparimerkin, heldur til þess að kaupa þessa íbúð. Og ég átti hana í 4 ár og þá seldi ég hana. Og svo var bara allur aurinn búinn eftir 1 ár, þannig að sparnaðurinn var nú aldrei, þessi sparimerkja sparnaður, hann bara gufaði upp í raun og veru. Það svona er nú með sumt sem við gerum, að finnst þér þetta heimskulegast á öllu heimskulegu? Kannski, ég er ekki þeirra skoðunar, ég hef aldrei séð eftir þessum gerningi mínum í eitt einasta skipti. Þannig að það var aldrei neitt söknuður sem kom út úr því. En þetta er það heimskulegt sem hægt er að gera heimskulegt, það er að selja íbúðuna sína. Menn eru svo miklu peningamenn. Það snýst allt um peninga og eiga eitthvað og vera eitthvað. Ef maður á eitthvað þá er maður víst eitthvað. Ég lít nú ekki þannig á sjálfa mig. Mér finnst ég vera bara alveg helling. Það er eins og ég er. Og ef ég horfi kringum mig hér, þá var þetta nóskupið ríft allt í roðunin. Ég var alveg helling samt. Ég á þig sem vinn og ég á marga vini og svo í Guð sem bara vinur minn. Og það er nú ekkert lítið sem maður á. Og ég sakna einskis. Þannig lífi lifi ég nú. Kannski hneyksli í þínum augum, ég veit það ekki, en ekki í mínum augum. Þannig að ævin okkar er misjöfn. Og fer svo misjafnlega eftir því og fer svo líka svo mikið eftir hvernig við höfum unnið okkar lífsferil og þetta er nú það sem ég hef gert í mínum lífsferli. Þú kannski hefur allt aðra sögu að segja. Þú ert kannski manneskinn sem lemur þig með svipu frá morgni til kvölds yfir því hvað margt hafa nú skólast til hjá þér og farið öðru sem þú ætlaði. Já. En eftir að sjá myndina þína rétta, ég held nú ekki bara, ef hún er þessi. Ég held þú sért bara ekkert að sjá myndina þína rétta. Og þú segir að þér hafa mistekið svo margt. Ég held að þér hafa ekkert mistekist neitt meira en öðrum. En þú ert hins vegar að sjá myndina þína svona og ég segi hún er röng, minn kæri. Þannig að nú skaldu bara fara að vinda ofan af þessu og fara að sjá ljósapunktana í þínu lífi því að þú átt ábyggilega jafn marga ljósapunkta og ég. Og þú skalt bara halda þér við þá,
þeir eru miklu betri heldur en dökku dalirnir sem að voru eitt sinn kannski með þeir og við öll því miður byggum við tíma okkur, að þau völdu það sjálfur. Ég segi í sambandi við mína Dökkadal sem var þessi drykkja, það var ekkert annað ég sem valdi þetta sjálfur. Maður sá þessa fullu kalla og manni fannst þetta svona sinnhátt heillandi líf, ég var nú viðurkenna það. Og svo fór maður að verða þessi fulli kall sjálfur og mér fannst það bara ekki heillandi. Fyrstu 2-3 skiptin voru kannski upp undir það að vera það, en ég man alltaf eftir því þegar ég varð drukkin í fyrsta skipti, þá voru við í Þórskafi, ég var á togara, 16 ára gamall. Við byrjuðum svo ungir að vinna þessir guttar á þessum árum, ég var ekkert sá yngsti. Margir byrjuðu á sjó 13-14 ára. Ég man eftir einu sem var 13 ára, hann voru á togara og sildi alveg eins og 2 manneskjur og hann var við þetta meira og minna alla sína ævi. En sem sagt ég er þannig stattur í Þórskafi og finna þessi áhrif. Fannst þetta mjög skrítið maður. Það er svona að vera drukkin, man ég hugsaði. Mér leið mjög vel, það vantaði ekki. Þetta er lokkandi, það býtir ekki fyrir seinna, bing, og þá sleppir það þér ekki. Helst fyrir þú ert dauður. Og það hefði líklega gerst hjá mér, hefði bara ekki Guð grípið inn í, því hann var með aðra áætlun fyrir þennan mann heldur en að enda þar í þeim solli öllum. Og ég var mjög ungur maður þegar ég slapp frá þessu. Ég var 16 ára, hvað ár er það? 70, eða ekki? Ég minni það, jú, ég var 70. 8 eða 9 ára seinna þá er ég laus frá þessu. Þannig að þessi tími var 8 ár í bikamirkri og svo reis ég upp úr þessu öllu saman og er svona í hálfrökkri eftir það því að ég var ekkert að vinna í mínu mál og ég vissi ekkert hvað ég átti að gera og vissi ekkert að væri neitt að. Svo fyrir ég að skoða þetta betur og hitta menn sem að vissu meir en ég að þessu leyti og síðan bara er ég laus þaðan. Og ég get talað þessa tíma ég vill að sjálfur, en það gæti ég ekki í 10 ár, eitthvað svoleiðis. Fann ég var laus, vissi að ég myndi aldrei áttu að drekka vín, ég var bundin inni mér af kröm af því sem að mér sýndist að þetta allt saman hafi verið, en ég var líka eins og þú að draga upp mjög ranga mynd af því sem að var. Og þetta komst maður að þegar maður talaði sig í gegnum þetta og sá að það voru bara margir, þetta var bara áfengi sem var að draga upp þessa mynd. Þú þekkir þetta ef þú þekkir neyslu áfengis of. Þannig að þetta var ekki leiðin fyrir mig og þetta er svo dimmi dalur sem ég hef gengið í gegnum, svo dimmast af öllum dimmum dölum og ef ég ætti að sjá eftir einhverju þá sé ég eftir þessu en ég hugsa ekki mikið um það því að það er ekki til neins að vera að hugsa um það. Þetta gerðist, þetta er að baki, þetta verður ekki verið endurtekið aftur og síðan hefur maður bara að lifa sínu lífi, maður er bara búin að gera þetta upp fyrir margt löngu, 25 ár síðan það var. En fram að þeim tíma þá batt þetta mig svolítið leiðilega mikið. Og þetta er eitt af því sem kannski var svona mín áfallahjálp því að ég hef aldrei lent í þannig síðan einum stór skaða að missa kannski fjölda manns í flóðum eða snjóflóðum eða aurflóðum eða hvað þetta er. Ég hef nú sem betur verið ekki lent í því. Þannig þessi sústaða var ekki uppi en þessi staða var aftur á móti uppi sem batt mig á höndum og fótum hvað þetta varðar. Það var svona krumpaður inn í sér. Kannski þekkirðu þetta en ég segi við þig og þú veist það eflaust að það er til leið frá þessu en það gerist náttúrulega ekkert og þú gerir ekkert sjálfur. Og eins var það með mig að það gerist ekkert hjá mér fyrir ég fór ég að vinna þessa vinnu sjálfur. Það getur ekki unnið sumt fyrir þig.
Þú hringir ekki til vin og segir, þetta er ekki til í að skreppa fyrir mig meðferð. Mér líður svo illa, drífðu þig bara og já, svo ok, hann fer í meðferð fyrir þig, en þú veist að það gagnast þér ekki neitt. Þú ætlar að fara hins vegar í meðferð fyrir þig sjálfan. Og þegar menn átt að sjá því að þeir eru meðferð fyrir sig sjálfa, að þá breytist viðhorfið að sjá það að maður sé meðferð fyrir sig sjálfan. Það er svona afbreyttu viðhorfi sem fari í meðferð vegna þess að það er þrýstingur á það frá pappa og mömmu eða eiginkonu eða börnum með einhverju og þeir fara út af því, en er í raun og veru ekki að fara fyrir sjálfan sig. Og meðan þú ert ekki að fara í meðferð fyrir sjálfan þig, þá er þetta tómt mál að tala um. Þú getur ekkert annað heldur að farið bara út í sama aftur. En þegar þessi hugsun er komin, ég verð að gera þetta því mér langar til þess að verða eðlileg manneskja aftur, þá ertu komin á allt annað stað með þetta. Allt er þetta að vinna. Og það er eitt af því sem við viljum gera. Við viljum benda mönnum á, við þurfum að hafa fyrir hlutunum. Ég og þú, við þurfum að hafa fyrir hlutunum. Og eins er með trúna, jú, mér var gefin trú. Það er rétt og ég oft vitnað það, hvernig það gerðist. Og gerðist bara með fingursmelli. En það var líka að vinna að vera þessi trúaða manneskja. Og það hefur verið vinna síðan ég frelsaðist fyrir yfir 30 árum til dagsins í dag. Og þú kannski trúir því ekki, en það er búið að vera dagleg vinna síðan þá. Þannig að við erum að gera mjög gott verk sem erum á þessum stað. Því þú gerir ekkert betra fyrir sjálfa þig, heldur hann að vinna þó vinnu sem Drottinn er að setja þig í. Því hann bætir líf, hann er lífið og hann bætir líf, setur mig undir hatt lífsins og segir Konráð, þetta er staðurinn þinn. Ég segi, ég viðurkenni það, Herra minn og Drottinn, og geri það öllu mínu hjarta. En þetta er staðurinn minn og ég segi þetta, þú segir þetta með mig, þetta er staðurinn minn því að þú ert manneskja, þú ert maður og þú ert einstaklingur sem Guð dó fyrir og hann vill að þú vitir að hann dó fyrir þig. Af hverju? Hann er að segja við þig hvað þú heitir, þú þarft ekki að deyja. Hvernig hljómar þetta í eyrunum þínum? Sé ég hneykslunnar svip eða sé ég manneskju sem jánkar þessu? Af hverju? Því hún veit að þetta er svona. Hörlega hneykslast, það getur alveg gerst, ekkert við því að segja. Ég segi bara við hann, hlakkaði bara til að Drottinn ætlar að sækja þig, taka þig til sín. Hann ætlar að umbuna þig, hann ætlar að segja sem hneykslaði þig svo mikið, þetta er lífið sjálft. Og svo kemur að þér, eins og mér, og þú segir, já, þetta er lífið sjálft. Þetta er lífið. Núna veit ég hvað er að lifa lífinu og ég ætla að þróa þetta líf upp í það að það verði mér gagnlegt og öðrum líka. Nú er komin upp annað heldur var, einstaklingurinn og eigingirnin víkur fyrir þessu og þú fer að segja, ég ætla að lifa góðu lífi til að öðrum í kringum mig líði vel líka. Þetta er það göfuga við trúna. Ég sé nú ekki þetta að ég fara þessari trúna á mann, þetta er tómir vaff. Það er ómulegt að segja til það hvað menn er að sjá. Ég er að segja það hvernig þetta er. Ég get séð ýmislegt og ég hef séð ýmislegt og oft er ég ranga mynd af því sem ég sé. Og ég var með mynd af sjálfum mér áðan þegar ég var í kröminu minni vegna áfengisneyslunar og ég hafði enga hugmynd að það væri til einhver leið út úr þessu. Mér leið bara illa. Mér vissi alveg út af hverju mér leið illa. Það var vegna þeirra lífernis. Að ég var búin að draga upp svo ranga mynd af sjálfum mér vegna þess sem að vínið var í raun að gera manni. Öl er ekki innri maður, eins og stundum heldur er öl annar maður og það er sannleikur málsins. Þú ert ekki konnigamli undir áhrifum áfengis. Þú ert einhver allt annar maður. Og þetta þekkja margir líka sem hafa átt við sama etja, sama vanda etja.
þetta er ekki bara eitthvað sem að kom með mér og fjall með mér. Þetta er út allt. Þetta er sami vandi og hefur alltaf verið uppi, hann breytist ekki neitt. Og menn að sulli í þessu áfengi og öllu þessum vímuefnum og afleiðingarnar sama, hörmung út allt. Það er hægt að vinna að buga á þessu öllu saman og það er það sem við viljum gera. Það er það sem við viljum hjálpa til við að gera að menn nái. Ég bendi á trúna, hún hjálpaði mér. Þannig að það var ekki erfitt fyrir mig að hætta. Það er ekki erfitt fyrir þig heldur þegar þú ert jafn heppinn og ég að þetta bara tekið frá þér. Eins og gerðist hjá mér. Það var bara tekið frá mér. Og það er heldur ekki bara mín einkasaga. Ég þekki fullt af fólki, nokkuð marga sem segja sömu sögu að þetta hefur aldrei verið neitt vandamál fyrir mig að vera edrú. Sem sagt að það er hægt að læknast af þessu. Menn segja að þú læknast aldrei af þessu og þú ert alltaf að vera á varðbergi. Ég bara neita þessu. Ég hef oft fengið flensur og ég er læknaður af þessum flensum. Og ég þá verið eitthvað að hugsa flensuna meira. Saman með áfengi, ef það er veiki, þá er ég læknaður af þessari veiki. Nú hristur svolítið hausinn að þú ætlar að fara að gera eitthvað. En þetta er bara mín saga. Ég veit ekki þína saga, hún er kannski allt öðru sig. En þetta er mín saga. Þannig ég að sjálfsögðu tek ekki undir það þegar menn tala á þessum nótum, sé einhver veikur. Ég er ekkert að segja að menn sé ekki veikir, en sé einhver veikur og ef hann fær lækningu, hvað þá? Þá er hann bara læknaður. Það er ekki rétt. Menn er að læknast af öllu og engu. Með þess að krabbamenn sem menn töluðu að væri bara dauðans matur, menn er að fá lækningu af því. Sumir kannski fá aftur krabbamenn, sumir líka fá aldrei nein einkenni krabbamenns aftur. Þeir eru læknaðir. Já, það er þetta að læknast. En akkur vilja menn ekki viðurkenna það að setja læknast á alkohólisma? Akkur þurfa menn að kenna það að menn þurfa að vera eitthvað tippland á tánum til þess að þeir detti ekki aftur í það. Auðvitað þurfum við að gæta þess að vera ekki kærulaust fólk. Það gildir allt. En ef þú fær lækningu, þá er það lækning. Þannig að kannski þurfum við að deyja sömu í þessum meðferðarmálum. Það er mín skoðun reynda. Svo getur þú sem á trúna, þú getur hins vegar vaxið í trúnni alveg endalaust. Þú bætir við vöxtinn bara daglega ef þú ert að sinna þess eitthvað. Og ég vil hvetja menn til þess að sinna þess eitthvað, sinna þessu vel, sinna þessu mikið. Það er það sem okkur er gefið, að sinna því besta sem við eigum mikið. Þú segir, ég vil ekki skipta út drottni og neinu öðru. Og þá ertu nú aldeilis komin á góðan stað með þig sjálfan. Svona eigum við kristnir menn að tala, við höfum að hvetja menn til réttar ráttar, við höfum ekki að taka undir allt þetta bull sem er í gangi. Við höfum ekki að styðja það sem er vont og ég reynd bara andstyðu undir Guðs. Við höfum að hafa andstyðu á því sem hann hefur andstyðu á, því að það sem hann hefur andstyðu á er eitthvað sem er vont. Er til eitthvað vont? Ég veit allavega, það er til vont, en ég veit líka að manneskjan er þannig gerð, hún getur réttlætt allt. Hún getur stutt allt, hún getur stutt bæði gott og vont. Af hverju? Já, það er alltaf bara búið að leika mannkinn þannig að það er undir lyginni, afli lygina. Svo kemur afl sannleika sem er Jesú Kristur. Og það getur verið svo erfitt fyrir fólk sem er búin að festa sig í einhverju lygi að taka við sannleikunum. En sannleikurinn bara heldur áfram að vera dropinn sem hólar steini, þannig að það er ekki málið. Þess vegna höldum við áfram að boða lifandi Guð. Vegna þess að við viljum að hann heyrist óm og ljómi og sé öllum þekkur ilmur, því hann er það. Þannig að ég hef bara góða sögu að segja minni trúargöngu. Það getur vel verið einhver segja það að maður sé bara klikkus að vera að hangi þessu. Þá er ég bara klikkus. Þá er ég bara sáttur við það, en ég er ekkert að fara neitt.
Ég ætla að halda áfram að lofa minn Guð vegna þess að það er nú það besta sem hefur komið fyrir mig hingað til. Ég hvet þig til að vera í því besta sem hefur komið fyrir þig, og hvað er það? Ég veit það ekki, en Drottinn Jesús er það besta sem hefur komið fyrir mig. Ég ekki að segja þetta bara gott, og Konráð Rúnar Friðfinnsson kveður.